Guðmundur Franklin Jónsson 56 ára að aldri, fæddur 31. október 1963. Hann næst yngstur í 6 systkina hópi. Móðir hans Guðbjörg Lilja Maríusdóttir og faðir hans Jón Ingiberg Bjarnason látinn. Guðmundur Franklin á 3 börn með fyrrverandi eiginkonu sinni, Ásdísi Helgu Árnadóttur, á aldrinum 19 til 27 ára. Guðmundur ólst upp í Vogahverfi í Reykjavík, stundaði nám við Verslunarskóla Íslands í 2 ár og lauk stúdentsprófi frá Fjölbrautaskólanum í Ármúla eftir að hafa starfað í Bandaríkjunum tíma. Guðmundur Franklin með BS gráðu í viðskipta og hagfræði frá Johnson & Wales háskólanum á Rhode Island í Bandaríkjunum og hann jafnframt löggiltur verðbréfamiðlari í Bandaríkjunum. Guðmundur stundaði meistaranám í alþjóðastjórnmálum við Charles Háskólan í Prag í Tékklandi á árunum 2005 til 2008 og var tíma stundakennari við New York Háskólan í Prag. Hann lauk leiðsögumannaprófi frá Ferðamálaskóla Íslands árið 2012. Guðmundur bjó lengi í New York borg og starfaði í verðbréfabransanum á Wall Street. Hann var framkvæmdastjóri fjárfestingabankasviðs og fjárvörslusviðs hjá Burnham Securities og Burnham Asset Management í New York á árunum 1993 til 2002. Hann var bæði hluthafi og gerði síðar aðstoðarforstjóri fyrirtækisins. Á árunum í New York var Guðmundur Franklin meðal annars vitni að hryðjuverkaárásunum á tvíburaturnana World Trade Center 11. september 2001. Guðmundur Franklin stofnaði hótelið Bellagio hótel í Prag og stýrði því 2002 til 2009 og hann hefur verið hótelstjóri á hótel Klippen í Guðjem í Borgundarhólmi í Danmörku frá 2013. Guðmundur Franklin stofnaði stjórnmálaflokkin Hægri grænir, flokkur fólksins, 17. júní 2010 ásamt fleirum upp úr andstöðu þeirra og annarra við Icesave-samningana og var hann fyrsti formaður flokksins. Flokkurinn var lagður niður árið 2016 og gengi var til liðs við nýstofnaðan stjórnmálaflokk Íslensku þjóðfylkinguna. Guðmundur Franklin gaf kost á sér í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins fyrir alþingiskosningarnar haustið 2016 en hlaut ekki brautargengi. Hann boðaði forsetaframboð árið 2016 en hætti við framboð og lýsti yfir stuðningi við Ólaf Ragnar Grímsson sem síðar dró framboð sitt tilbaka. Velkomin Guðmundur. Takk. Hvers vegna býður þig fram til forseta? Ég býð mig fram til forseta til þess að vera öryggisventill þjóðarinnar á Bessastöðum. Til þess að stoppa mál frá Alþingi þegar gjáin djúp. Já. Þú hefur áður reyndan á framgangi í stjórnmálum eins og áður kom fram þarna í innslaginu. Þannig að þú hefur fengið svona með einhverjum hætti lýðræðislega mælingu, tókst átt í þarna prófkjöri og nú það bjóðið fram til æðsta embættis Íslenska ríkisins. Hvað það svona sem drífur þig áfram í þessu? Það sem drífur mig áfram fyrst og fremst réttlætiskennd og ég í rauninni að halda áfram starfi Ólafs Ragnars Grímssonar sem byrjaði á því að nýta sér 27. greinina sem við köllum málskotsréttin eða fjallar hann og hann hefur ekkert verið nýttur undanfarin 4 ár og mér fannst að einhver yrði að koma inn og halda því verki áfram til þess að standa við baki á þjóðinni í erfiðum málum og geta þá boðið upp á að setja mál í þjóðaratkvæðagreiðslu ef svo ber undir. Já. En það verði að vera þá mjög umdeild mál og þetta yrði verið að nota mjög sparlega. Þú hefur lýst í þessari kosningabaráttu að þú viljir í raun og veru vera dálítið pólitískur forseti. Þú hefur sagt að þú munir ekki láta mál sleppa í gegn eða ganga gegn kosningaloforðum flokkana. Þú ætlar ekki að samþykkja lög sem að fela í sér heimild til að selja bankana eða Landsvirkjun eða skerða réttindi öryrkja eða aldraðra. Þannig að þú ert með svona pólitísk markmið en sko og náttúrulega nýta málskotsréttin. Þú ert í raun og veru bara að lýsa því að þú viljir taka ríkan þátt í stjórnmálum, það ekki? Jú og nei, já og nei. Þannig svarið við þessi já og nei. Sko, pólitík byrjar þegar 2 menn tala og það líka pólitík að gera ekki neitt. Og þegar forseti tekur ákvörðun það að gera ekki neitt, þá það viss pólitík, vegna þess að þá ertu bara að segja sammála því sem verið að bjóða fólkinu upp á. Í sambandi við bankana að þá finnst mér að það þurfi nú aðeins lengra en 2 línur í fjárlögum að heimila fjármálaráðherra að selja banka. Sambandi við orkuauðlindir og auðlindir þjóðarinnar þá finnst mér það líka að það þurfi að fjalla sérstaklega það en ekki bara að fara eftir stefnu ríkisstjórnarinnar á hverjum tíma að eigendastefna Landsvirkjunar fer eftir orkustefnunni og eins og við vitum þá búið að breyta henni
og sambandi við, þú nefndir þarna með skerðingar á launum eldri borgara og öryrkja, að þá finnst mér verið búið að skerða þann hóp fólks og þá hópa fólks nóg. Og mér finnst að við ættum að frekar að finna lausnir og leiðir til þess að efla hag þeirra heldur en eitthvað. Þetta fólki sem byggði landið og fólk síðan sem hefur lent í einhverjum óhöppum eða jafnvel fætt þannig. Þannig að það er nú það sem ég að berjast fyrir. Já, en það kannski ekki beinlínis hefð fyrir því að forseti fari inn á þennan pólitíska vettvang með svona skýr stefnumál gagnvart þinginu, því að þarna ert þú mótvægi við þingið, stillir þér upp gegn þeim. Það er ekki hefð fyrir því. Hárrétt, það er ekki hefð fyrir því, en alltaf er einhvern tímann fyrst og þegar Ólafur Ragnar Grímsson, þegar hann notaði 27. greinina fyrst, þá var engin hefð fyrir því. Nei. En hann gerði það og braut vissulega blað í sögunni og síðan þessi forseti sem við höfum núna, hann kaus það að nota hann ekki og þannig að ég býð mig fram til þess að einmitt að gefa fólki tækifæri til þess að vita því að það sé öryggisventill á Bessastöðum sem tilbúin til þess að nota hann í stórum málum, eins og til dæmis í sölu Landsvirkjunar, eins og til dæmis í bankana og skerðingu á launum öryrkja og eldri borgara. Þú talar þetta þannig og ég held ég skilji þér rétt þar sem þú segir að þú ert ekki bara, þú lítur ekki á hlutverk forsetans að vera bara öryggisventillinn þegar kemur að því að staðfesta lög eða synja og þá farið þau í þjóðaratkvæðagreiðslu. Heldurðu ætlar að vera í beinum pólitískum átökum í raun og veru við þingið áður en að málin koma til þín sem lög? Nei, alls ekki. Nei, það hef ég aldrei sagt. Þú hefur sagt að þú viljir koma þeim skilaboðum skýrt til stjórnmálamanna ef þeir reyni að gera eitthvað til dæmis sem gengur gegn kosningaloforðunum að þá munir þú láta það vita og áður en að þeir fara á stað í eitthvað. Það er svolítið annað sko. Hér á landi þá hefur það alltaf tíðkast að menn eru að lofa öllu fagri fyrir kosningar eins og veist. En þegar kemur að því að mynda ríkisstjórnin að þá losa iðulega flokkarnir sig við erfiðustu loforðin og þau eru aldrei sem sagt efnd. Þannig að mér finnst að forseti eigi að passa upp á það að stjórnmálaflokkar þegar þeir koma sér saman ríkisstjórn að hafa bara eina reglu að þið verðið, fyrst voru kosnin út af, þið eru kosnin út af ykkar kosningaloforð og mér finnst að þið er efna þau, þannig að mér finnst að þið er að reyna að klára allavega eitt kosningaloforð, númer 1 hjá okkur á fyrsta árið eða svo og ef það eru 3 flokkar í stjórn þá eru það 3 kosningaloforð og það ætti ekki að vera neitt mikið mál fyrir fólk að efna loforð sín og það er það sem eina sem ég er að benda á. En svo erum við kosnir til 4 ára og svo getur ýmislegt gerst í millitíðinni, ég meina við getum fengið COVID-faraldur og þá breytast efnahagsmálin og ég meina átt þú að það bara verið þinni henda með þetta einhvern veginn? Nei, alls ekki og þarna kemur einmitt inn á mjög góðan punkt með COVID vegna þess að við erum að horfa á alveg ofboðslega grafalvarlegar efnahagsstrengingar í framtíðinni, í náinni framtíð. Við sjáum upp á 50% tekjutap þjóðarinnar og það er bara handa með hornið. Það er svo kallar svikalogn núna, það er eiginlega ekkert að gerast, það er sumar og sumarfrí og fólk er í róleg heitum og svoleiðis, en núna vorum að heyra frá verkalýðsfélagunum, formannum og forsetum þeirra í dag og í gær og þeir eru við öllu búnir í haust og síðan þarf að taka á þjóðarskútunni sem sagt næstu 18 mánuðum. Það vantar 500 milljarða inn í og jafnvel meira og þá finnst mér líka forsetinn verið að hafa einhvern skilning á efnahagsmálum, einhvern skilning á hvað hlutinni ganga út á og virkilega hlusta á vandann og hlusta á þjóðina og tala máli þjóðarinnar við þingið sem sagt að það þýði ekki endalausar skattahækkanir eða eitthvað þar fram undir götunum. Þarna nú var Ólafur Þ. Harðarson, prófessor í stjórnmálafræði var hérna í Kastljósi á mánudaginn og hann var við vorum svona aðeins að ræða þínar hugmyndir og hann sagði að ef að forseti færi að haga sér eins og þú boðar að þú myndir gera í stjórnmálaumræðunni þá væri það í raun og veru tvennt sem myndi gerast varðandi stjórnskipun landsins að í framhaldinu þá myndu stjórnmálaflokkarnir fara að bjóða fram sína frambjóðendur og svo er því samband forseta og þingsins það snúið að það kallaði í raun og veru á stjórnarskrárbreytingar. Hvað ef að bara þingið er á móti þér? Það er lýðræðislega kjörið líka. Það er alveg hárrétt, það getur verið á móti mér og þá er náttúrulega bara mín að sanna hver hefur rétt fyrir sér ef það fer út í það, en ég er mjög lipur maður og fólk getur alveg treysta því að ég er ekki að fara í neitt hasaslag eða nokkuð skapaðan hlut þannig. En ertu ekki raun og veru bara að bjóða þig fram í ránda embætti? Ég meina þetta er allt saman mál sem eru á borði Alþingis, með fólk getur að spyrja sig að því. Nei, þetta
það kosið á 4 ára fresti til forseta Íslands. Og mér finnst hreinlega vanta öryggisventil á Bessastaði vegna þess að ég vil ekki sjá þessa hluti gerast í þjóðfélaginu sem ég hef ofboðslegar áhyggjur af. Ég hef gríðarlegar áhyggjur af því að stjórnvöld ætla að fara auðveldu leiðina og selja hér mjólkurkýrnar út úr þjóðfélaginu. Stendur það til að selja Landsvirkjun? Þú hefur haldið því fram núna í hverjir að gera það? Ég held því ekki bara fram, það stendur í stjórnarsáttmálanum að eigendastefna Landsvirkjunar miðist við orkustefnuna. Og orkustefnan svo að við erum búin að skrifa undir það að við verðum að búta upp fyrirtækið ef það farið fram á það. Þannig að við ráðum því ekki lengur. Við ráðum ekki heldur hvort að komi sæstrengur eða ekki. Hafa stjórnmálaflokkarnir þá að stefnuskránni sinni að selja Landsvirkjun? Það hefur engin stjórnmálaflokkur þá á stefnuskrá sinni og það hefur engin stjórnmálaflokkur heldur á stefnuskrá sinni fyrir kosningar að koma með orkupakka 3. Það svo einkennilegt að íslenskir stjórnmálaflokkar breyta alltaf lit eftir kosningar og allt sem þið gera eftir kosningar ekkert á stefnuskrá þeirra og til dæmis eins og sjálfstæðisflokkurinn, blessaða sjálfstæðisflokkurinn sem nú orðinn svolítið slappur að þeir fara trekk í trekk á móti sínum landsfundarályktunum og þetta bara ekkert nógu sniðugt og ég held að fólk verði bara að geta haft á tilfinningu að það sé einhver sem að situr á Bessastöðum sem að hlustar á það og segir hingað og ekki lengra þetta gott, nú skulum við leyfa þjóðina að ráða og ég skil ekki það skilur að einhver sé á móti því að þjóðin fá að ráða og þjóðin fá að taka ákvörðunina. Nei, það er krafa eftir fjölgun eða sem sagt auknum aðgengi almennings að þjóðaratkvæðagreiðslum. En eitt sem ég langar að tala við því að þú hefur sagt í þessari kosningabaráttu að þú myndir vilja virkja 25. grein stjórnarskrárinnar að forseti leggi fram frumvörp til Alþingis og Björg Thorarensen einn okkar fremsti sérfræðingur í stjórnskipunarrétti ég spurði hann þessa hugmynd og heyrum aðeins hvað hún sagði hana. Já. Sumt í mínum huga bara einfaldlega ókleift samkvæmt stjórnarskráni eins og það að forseti leggi upp á sitt eindæmi fram frumvörp fyrir Alþingi vegna þess að ráðherra framkvæmir vald forseta til að leggja fram frumvörp eins og allt vald forseta sem framkvæmda valdshafa og það einfaldlega getur ekki tekið gildi tillaga að leggja fram frumvarp á vegum forsetans eins á Alþingi, það bara markleysa. Bara markleysa? Já, ég alveg sammála henni og þannig að þú verður að hafa einhvern með þér í liði, þú verður að hafa þá einhvern flokk á þingi eða einhvern þingmann sem leggur það fram fyrir þig. Þannig að þá ert þú bara í raun og veru eins og til dæmis hagsmunasamtök, ég meina samtök atvinnulífsins ofta að reyna að koma hugmyndum inn eða umhverfissamtök, þá ertu bara komin í þá stöðu. Nei, ég eins og forseti Íslands sem að leggja fram frumvarp til laga að lækka launin hjá sér til þess að sýna gott fordæmi. Og ég á eftir að sjá þá þingmenn segja nei, ég vil ekki sjá þetta, ég vil ekki leyfa honum að lækka launin sín. Og sko málið það sem við vilji, það leið. Og ef að þetta ekki hægt og ég fengi það ekki, þá myndi ég hreinlega gefa helminginn af laununum mínum til Barnaspítala þingsins og fara hver mánaðamót með tjekkan til þeirra og fá kvittun fyrir og kalla á ykkur til þess að sýna ykkur fram á það að ég sé akkurat að gera þetta sem ég geri. En fyrst þú minnist á hana Björg Thorarensen sem sko fágætur og góður prófessor. Ég ber mikla virðingu fyrir henni. Þá skrifaði hún feril ESB-máls sem að ég hef mikinn áhuga á að láta þjóðina vita og þetta akkurat dæmi þjóðaratkvæðagreiðslu. Og hún segir í þessu skjali sem ég get látið að hafa eftir, þetta búið til 2009, en þetta í fullu gildi. Og hún segir tekið skal fram að þjóðaratkvæðagreiðsla aðild að ESB ekki stjórnskipuleg skylda. Ákvörðun að halda þjóðaratkvæðagreiðslu pólitísk. Þannig að ég hef mestar áhyggjur af því, þetta snýst allt nefnilega ESB, ef þú vissir það, að ég held það sé verið að læða okkur inn í Evrópusambandið aftanfrá og smám saman verið að sneiða af spæjapilsunni og þetta segir hún og hún segir það að það þurfi ekki einu sinni að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta sé pólitísk. Þurftum að hafa hana til þess að hún geti útskýrt þetta og setja í rétt samhengi. Hún þarna. Já, við kannski bætum henni næst. Það mjög fróðlegt. En af því að þú varst að tala að lækka laun, þín laun. Já. Ég spurði hana aðeins út í þá hugmynd. Já. Heyrum aðeins hvað hún sagði það. Já.
Það eiginlega sér málefni varðandi laun forseta vegna þess að það reyndar óheimilt samkvæmt stjórnarskráni að lækka laun forseta á sjálfu kjörtímabilinu þar sem hann situr. Þannig að samkvæmt stjórnarskráni þetta alls ekki hægt. Það ekki hægt að samþykkja lög sem myndur lækka laun forseta. Sko því meina þú ert að segja stjórnmálaflokkarnir verða að efna sín kosningaloforð, annars ætla ég ekki að taka þátt í þessu sko. En ég meina, þú ekki bara að lofa fólki einhverju sem að þú getur ekki og það stendur í stjórnarskráni og þú meigir það ekki? Já, ég ætla nú aðeins að fá að vera ósammála prófessornum og vegna þess að ég vil vitna í Ólaf Jóhannesson, okkar mesta lögspeking fyrr og síðar sem að skrifaði allar þessar bækur sem allir þessi lögfræðingur jafnvel hún hafa lært upp úr. Hann segir að þessi 9. grein sem til umræðu hérna í stjórnarskráni sé til þess að verja forsetann. Þannig að ef að Alþingi ætlar að hefna sín á honum, skilur, að þá er ekki hægt að lækka launin hjá honum. En hann getur lækkað þau sjálfur. En eins og ég sagði á hann, að ef að þeir vilja ekki gera það, og að því þeir telja sig brjóta stjórnarskrána sem fullgild ástæða, að þá myndi ég finna leið til þess að gefa helmingin af laununum mínum til Barnaspítala Hringsins á hverjum einasta mánuði og fá kvittun fyrir og sýna ykkur að kalla á ykkur. Hérna, þú vilt að forseti sé sameiningatákn, þú sagði það. Hvernig getur þú verið sameiningatákn ef að þú ætlar að vera í bullandi pólitík á móti þinginu, það eru skipta skoðanir í landinu, jafnmargar og mennirnir eru? Já, það alveg hárrétt hjá þér og sameiningatáknin eru mörg. Og meðal annars landið okkar, sjálft sameiningartákn, kirkjan sameiningartákn, forsetaembættið sameiningartákn, forsætisráðherra sameiningartákn. Við getum öll gert þetta í sameiningu ef viljinu verið hendi. Við höfum tekið á mun stærri vandamálum heldur en vandamálum sem að koma inn hurðina hjá okkur núna. Þannig að þú ert í raun að vera að segja að þú þarft ekki að vera sameiningartákn? Ég ætla bara að vera ég sjálfur og ég ætla ekki að vera neitt annar. Ég er ekki í einhverju svona leikþætti, ég er ég sjálfur og kem fram sem slíkur. Og það rennur í mér blóðið, skilurðu, og stundum, en ég er eiginlega aldrei æstur, nema hjá heimi. Þú átt feril í stjórnmálum og maður veltir svona fyrir sér sko, það verður birtar myndir af þér í þessari kosningabaráttu og einn umboðsmanna þinna í kosningunum formaður Frelsisflokksins sem að hafnar fjölmenningarsamfélaginu, sá sem að tók við að þeir sem formaður Hægri grænna, hann núna formaður Íslensku þjóðfylkingarinnar, líka flokkur sem andsnúinn innflytjendum. Yrðir þú forseti innflytjenda? Ég forseti allra Íslendinga. En hver eru tengslin við þessa? Vistu það að þetta eru eflaust ágætismenn og ég þekki þá bara af einu góðu, eins og svo marga aðra. En þeir sem þekkja mig vita það að þetta á ekki við mig eða neitt minna vina. Ég búinn að starfa erlendis í mörg ár og ég búinn að örugglega ráða 100 starfsmanna hérna og þaðan úr heiminum. Ég fyrir aldrei manngreiningar álit. En nú ertu í pólitík. Menn í mínum hugur litlausir, það er bara, þú ert bara þú, personan og... En sko, maður spyr sér samt, þú ert að bjóða þig fram til forseta og mennirnir sem að þú ert með í kringum þig á myndunum eru menn sem hafa mætt í sjónvarpið til þess að tala gegn fjölmenningu, alla og útlendinga, ótta og slíku. Er þetta mennirnir sem að þú myndir velja í kringum þig til ráðgjafar ef að þú yrði forseti? Sko, það eru fullt af fólki í kringum mig. Og ég get ekkert valið úr, ég fer ekki manngreiningar En þú valdir þessa menn? Ég valdi þá ekkert sérstaklega, þeir koma til mín og það kemur fullt af fólki til mín allan daginn og ég tek öllum opnum örmum, alveg sama hvað hann heitir og hver hann svo framanlega sem hann heiðarlegur. Og ég ætla ekki að fara, ég spyr ekki hvort trúarskirtinu þitt eða hvaðan þú ert ættaður. Það bara, ég geri það ekki. Það svona annað sem að menn hafa verið að vera að skoða allt sem þú gerir og reyna að kanna þína skoðanir, sérstaklega vegna þess að þú ert að bjóða þig fram til að vera pólitískur forseti. Þú hefur dáðst að Donald Trump til dæmis. Kemur hann eins og hælir honum fyrir viðbröð sín við COVID-veirunni og átt húu sem að þú gengur með. Þetta allt saman mjög umdeilt. Á ég húna, Já, eða allavega það myndaður á skjánum. Og þá spyr maður sig, sko, má ég segja sögum húna? Á 4. júlí sem er þjóðhátíðardagur. Segðu frekar bara söguna það hvort þú styður hann eða á hans aðferðir og svoleiðis. En ég var reyndar í partíi hjá Bandaríkjamönnum og það var allir með svona húfur, ég leit á með svona húfur, svo tekið mynda mér, ég leit á Facebook og þá var hún allt í hennu komin sem dæmi það að ég sé einhver Trump-maður. En þetta eru 2 myndir, sko? Já, ég á fleiri, ég vantar í fleiri, nógu myndir. En sko, málið það að ég dáist að Trump fyrir hvað hann staðfastur. Ég dáist að honum, hvernig hann hefur tekið á efnahagslífinu í Bandaríkjunum.
Mér alveg sama hvernig greiðslan á honum og mér alveg sama hvernig hann litin. Og en ég dáist að því að hann hefur staðið við kosningalofar sín. Og það ekki, hann bara búinn að vera forseti núna í tæp 4 ár. Hann verður kannski ekki kosinn aftur, kannski verður að Joe Biden, en ég dáist að því hvað hann búinn að vera duglegur og hann búinn að útrýma atvinnuleysi hjá svörtu fólki, hjá konum, hjá ungu fólki og það hefur aldrei í rauninni verið betra efnahagslífi Bandaríkjanna heldur en akkúrat núna. Þannig að hann að gera einhverja rétta hluti og ég horfi ekki á manninn, ég horfi á það sem hann gerir. Og það svolítið lýsandi fyrir mig. Já, ok. Þannig að en þetta líka spurningum, sko, fólk að kjósa einstakling. Já. Ef að þú horfir á það, en ekki allt það sem hann hefur verið gagnrýndur fyrir í siðferðismálum, það hvernig hann kemur fram, hvernig hann tala til fólks. Veistu, það bara trufla mig ekkert. Ég horfi bara eingöngu á hvað hann gerir og þannig vilja þingmennirnir okkar virki og hvernig þeir vinna. Í dag fá þeir ekki eins og leggja fram mál sem þeir svo vildu vel gera. Eitt sko, nú berum við öll virðingu fyrir þessu lýðræðislega ferli. Þú nærða að safna tilskildum fjölda meðmælenda og ert komin hér í sjónvarpið og mörgunur viðtöl hér á RÚV að tala frambúðið. Svo koma þessar vísindalegu kannanir sem sýna að þú ert mjög langt frá því að ná einhvern veginn til fólks. Hefur það á þessu tímabili einhvern tímann íhugað að draga þig bara tilbaka? Nei, þú ert að tala um þessi 6 eða 7%. Þau eru orðin aðeins í drjúg. Já, ég meina, þú hefur verið í 10. Eftir sem ég fer í kringu landið því minnkar málið það. Var þetta netkönnun? Nei, þetta var könnun. Var þetta ekki netkönnun? Vísindaleg könnun. Já, var þetta ekki netkönnun? Nefnilega Ólafur Þórn Harðarsson sem var hjá þér í fyrradag sagði að þetta væri netkönnun. Þannig að hann var ekki hrifinn af netkönnunum. En við skulum sjá hvað setur á laugardaginn. En þessar vísindalegu kannanir sem við höfum notað, MMR og Gallup, þær hafa sýnt með þetta í kringum 10%. En þú hefur hins vegar vísað í kannanir sem eru vefkannanir. Já, ég bara það er hlutkannunum. Útvarp Saga og fleiri. Nei, Útvarp Saga hefur ekki gert neina könnun held ég. Já, það var það Bylgjan þá. Í Bylgjan og Stundin og en það eru kannanir sem sýna þeim með mikinn stuðning en það vita það einhvern veginn allir sem fylgjast með könnunum að þær eru ómartækar. Já, er það? Já, þetta tala samkeppnisaðilan núna. Nei, ég bara tala það þetta segja sig að marka fréttamenninguna. Ég bara tala aðferðafræðina. Já, ég veistu það, mér er í rauninni alveg sama hvað kannanum. En af hverju heldur fram könnunum, sko, niðurstöðum kannana sem að hafa ekkert forsporgildi það hvernig niðurstöðu kosningarna verða? Sko, málið það að það tilfinningin sem ég fæ því ég tala við fólk, sko. Já, en tilfinning eitt en aðferðafræði í kosningum og könnunum eitt. Ég að spyrja það, sko, af hverju er þetta að vísa í eitthvað sem hefur enga tíð? Sko, kannanir eru eitt og þessar kannanir sem þú ert að byrta þær eru netkannanir að sögn Ólafs Þórn Harðarssonar og það er ekkert að marka þær. Ég held að væri mest marka svona útringikannanir en þær hafa ekki verið gerðar svo ég viti til. Og en ég er ekkert bangin. Við tökum bara slaginn og sjáum hvað við fáum på kössunum og þetta alveg rosalega spennandi kosningar. Við erum 2, þetta einvígi, fólk hefur val til þess að velja á milli annars hvers virksforseta eða óvirksforseta. Sko, og annarkvort verður þarna fyrir, sko ég ætla að vera forseti þjóðarinnar og verjana fyrir ágangi þingsins ef að þeir koma með eitthvað skrítið. Og svoleiðis er þetta. Með fullri virðingu fyrir þá nú kannski dálítið drjúgt að það að segja að þetta séu spennandi kosningar. Mjög spennandi. Mjög spennandi. Já. Það er örugglega gaman að vera í forsetaframboði. Já, mér finnst þetta mjög spennandi kosningar og ég held að fólk eigi eftir að vera alveg mjög undrandi þegar líður á kvöldið. En trúirðu því út sigrir? Alveg allar götur. Ég hugsa þetta fari 53-47. Hvað ætlar að gera núna síðustu dagana fyrir? Ég ætla bara að undirbúa flutning á Bessastaði. Já. Kæra þakkir fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Þá er þessu lokið í kvöld. Annað kvöld kemur hingað Guðni T.H. Jóhannesson forseti Íslands. Svo minnum við þetta á umræðuþáttinn þar sem þeir Guðmundur og Guðni mætast á föstudag. Sjáumst annað kvöld. Verið sæl.